hingað eru komnar Vigdís Grímsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, Sigga og Vigga. Bókin Elsku drauma mín, þetta er minningabók Sigríðar Halldórsdóttur, skrásett af Vigdísi. Ég spyr þig nú bara, Sigríður, hvernig verður þessi bók til? Þú verður til þannig að Jóhann Páll hafði alltaf svolítið löngun að ég skrifaði einhverjar endurminningar. Það var nú svona bara fyrst í svona já ganni og svona, en svo var það úr að hann fekk í lið með sér Auju, dóttur mína Auðu Jónsdóttur, og það voru taldir upp hinur af þessir menn aðalega, sem að væri góðir skrásetjarar. Karlmenn, en ég sagði nei, enginn hæfði mér. Þá segir annað þeirra eða Auja, segir, en hvað menna Vigdísi Gríms? Og ég sá alveg kviknaði svona á Jóhanni Páli. Og ég segi já. Það var undirbúið hjá. Ég held kannski að það hafi verið eitthvað Fyrirsátt. Eitthvað fyrirsátt í þessu kaffibóði á Kaffi París. Ég segi já, af því ég var svo viss að hún myndi segja nei. Því hún var að gefa út Dísisögu þarna. Ég segi, hvað ætla hún að fara í einhverja samtalsbók í þeim töluðum orðum. En hún svaraði þeim hæl og sagði já. Og þetta er bókin. Varstu bara til í þetta strax? Strax. Af hverju? Að Sigga náttúrulega var þjóðsaga. Og ég hef alltaf verið rosalega spennt við þjóðsögum. Og ekki síst þegar að ganga meðal okkar, sko. Já. Og bara ég hefði áhuga á því. Þetta er tími sem að ég þekki vel. Við erum jafnöldrur og bara spennandi manneskja. Það hafði ég alltaf heyrt. Ég hefði heyrt alls konar Siggu, en alltaf hún væri spennandi manneskja. Sko, hvernig unnuðu þessu bókina? Vilt þú segja þegar þú komst á Gjögur? Já. Það var bara skrifað undir, þarna einhvern tíma rétt fyrir jólaáramót, þarna í Forlaginu. 13-14. Og svo sagði við, einhvers staðar var það að byrja, hún bjó náttúrulega norður á Ströndum. Já. Svo það var ákveðið ég færi til hennar í mánaðamót janúar, febrúar, byrjun febrúar norður á Strandir. Og flaug á Gjögur. Já. Og hugsaði, hvað er ég að gera hérna í þessum snjópoka hérna í einhverju flugvél með einhverjum 2 strákum sem keyrðu hana. Ég var ein. Já. Einhver hafði sagt, ímyndaði þér og sérst að fara í laxveiði, sérst milljónamæringur. Nema hvað að við kynntumst intensíft auðvitað því að ég var hjá hana 3. viku og við vorum bara 2. Saman þarna 2 í Norðfirði? Já. Saman og dúll okkur. Við vorum að lesa bréf. Við ákvaðum að það eru kannski best að kynnast þannig að lesa persónuleg bréf. Frá Siggu til mömmu og pappa og frá Halldóru til Auðar og frá Dunu og öllu þessu skemmtilega fólki. Og Sigga las uppátt og ég hlustaði og svo tók ég upp líka heilmikið. Og svo skrifaði ég niður og hentið í hana, hún fór yfir, ég hentið tilbaka, við höfum líka mjög góðan ritstjóra. Og allt gekk þetta svona líka eins og í sögu, sko. En bara verður að segja bara eins og að þetta er alltaf Halldór Laxness, þetta er Auður Laxness, þetta er dóttir þín, Auður Jónsdóttir og fleira fólk, Jón Helgason og fleiri. Þetta er ótrúlega mikið áhugaverðu fólki í þessari bók. Það var aldrei leiðilegt. En sko, mér finnst það ekki, getur vel að Siggu af einu sinni þótt leiðilegt á Eyrarbakka. Af því það hringdi svo mikið. En mér fannst aldrei leiðilegt. Það var aldrei hvassviðri heldur á milli okkar. Þetta gekk allt svona eins og átt að ganga. En sko, maður náttúrulega staldrar kannski fyrst við þetta samband foreldraðina sem þú lýsir. Hvernig var því háttað? Í því var háttað bara eins og stendur í bókinni, sko. Hann var náttúrulega rithöfundur bara. Já. Og það var hans vinna. Það gerði hann enginn annar. Þetta var bara einyrki. Já. Ákaflega, sko, metnaðarfullur og ákafur í því sem hann ætlaði að gera og alveg með þá tæru og ekkert skildi fá að trufla sig. Nei. Og mamma var svo kona, dálítið yngri en hann, og hún bara gekkst undir þetta að vera ráðsmaður á sínu eigin heimili. Já. Já. Og svo kærast konan hans frítímum. Já. Já. Og móðir barna hans. Og móðir barna hans. En þú segir einhvers staðar, sko, að hann hafi verið tilætlarinn sem var frekur en góður fyndinn. Já. Hann var mjög tilætlunarsamur. Það er að segja, hann
Sko, hann gat staðið kannski bara svona, hann gat staðið á hlaðinu og sagt, hvernig stendur á að standa svona skítur bílar hér á hlaðinu? Hvað á þetta að þýða? Þetta þýddi náttúrulega að það var kvenfólki varð að hlaupa út og þvo þá, því hann var fyrir bæinn. Að þessu leyti, Tyrfington Simmi með allt því að hann kunni ekki neitt að gera annað en að skrifa pennum sínum og klæða sig. Já. Og labba út. Já. Með hundinn. Já, helst með hundinn. Hann ætlaði sér aldrei að dýfa hendi kalt vatn. Hann ætlaði sér ekki eins og það er barn. En ofsalega, en samt sko góður og blíður og stundum svo frábær félagi fyrir krakka. Alveg frábær félagi. Mjög blíður maður og skemmtilegur. Og jafningi, hann var jafningi manns. Meira að segja þegar maður er barn, lítill krakki, þá er hann jafningi manns. En sko Auður, mammaðinn, Auður Laxness Sveinsdóttir, hún að koma svolítið sterk í gegn í síðar ár, ekki bara gegnum þessa bók, heldur líka í gegnum Ósjálfrátt eftir Auði Jónsdóttur, sem svona einhvern veginn, þú segir að hún sé afskiptasöm, en sem hún var, stjórnsöm og stjórnsöm, en það var svo mikill velvilji, eins og gjarnt er hjá mjög stjórnsöm fólki. Það vill vita hvernig þú borðar og hvar þú borðar það, og hvernig þú hefur það til og hvernig þú prjónar það, en það er að velvilja. Og það er komið ef þú þarft. Þannig er Auður. Já, stórmerkileg kona. Það er eitt sem ég langar að nefna, að því ég nefndi Auði Jónsdóttur, börnin þín eru í bókinni líka. Jú, já. Og þú ert nú greinilega stolt af börnunum þín. Já. En sko Auður hefur verið að lýsa þér í rauninni og þínu lífi í sínum bókum. Og þannig sko, það er svona svolítið eins og þér finnst hún hafi gengið á langt. Sko, ég held að það sé bara voðalega erfitt að vera sko opinská rithöfundur á Íslandi, því þetta er svo lítið land. Þetta er svo fátt fólk. Þegar Auja einhvern tíma hringir í mig og er að skrifa Ósjálfrátt, þá segir hún við mig, þú fyrirgefur mamma, þetta er skáldskapur, þú veist alveg ég ekki, þú veist ég er ekki beint að tala um þig. Nei, ok, hvað ertu að segja þarna? Þá hugsa ég, á ég að móðgast eða ég sé að halda bara áfram, sem ég og gerði. Halda áfram, svona, allt í góðu með það, mér er alveg saman. Þetta er náttúrulega tengingu skáldskap og veruleika. Þú ert í rauninni að tala um fyllir í það ekki. Þau voru ekki kannski svona. Nei. Eitt bara að lokum, þetta er líka bók það eldast. Þú eldist og svo ertu líka að sjá að bak báðum foreldrunum inn í sko algleymi, myrkviði, gleymsku og svo dauða. Já. Þið hafið verið meðvitaður það. Já, við erum alveg meðvitaður það að við deyjum. Og eldumst, sko. Já. Og það er þessi yndislegi stígur að ganga, að eldast. Á meðan maður hefur heilsuna, sko. En mér finnst Sigga segja svo fallega frá þessu í bókinni að ég hvet fólk eindregið til að kynna sér það. Hvernig það eldast sáttur og vilja vera í sínu kyrrðarlífi eins og hún kallar. Svo ég vitni nú í hana. Takk ykkur, frábært að fá ykkur hérna í þáttinn.